Komið sælir, góðir áhorfendur og verið velkomin með okkur í Kórinn í Kópavogi, þar sem að hefjast vináttulandsleikur Íslendinga og Hollendinga í kvennaknattspyrnu. Þetta ætti að verða hörkuleikur og mjög athyglisverður. Þrátt fyrir að Hollendingar hafi aðeins unnið Íslendinga einu sinni í 8 tilraunum. Íslendingar hafa unnið 5 leiki, eða þetta er 7 tilraunum segi ég, þetta er 8. leikur liðana. Íslendingar hafa unnið 5 leiki, einu sinni hafa liðin gert jafntefli og einu sinni hafa Hollendingar unnið. En í síðasta leikliðana sem var á Evrópumótinu árið 2013 þá unnu Íslendingar 1-0 með marki frá Dagnýju Brynjarsdóttur. En Hollendingar hafa hins vegar þotið upp heimslistan og eru núna í 12. sæti á FIFA-listanum, en íslenska liðið er þar í 20. sæti. Þannig að þetta er sýnd veiði en ekki gefin, þetta hollenska lið. Hollendingar verða síðan gestgjafar á næsta Evrópumóti. Þannig að og íslenska liðið á eftir að fara á næsta ári og spila vináttulandsleik svona til að svara fyrir þennan leik hér. Ef við lítum á íslenska liðið þá er Guðbjörg Gunnarsdóttir í markinu. Aðri leikmenn er númer 2 Anna María Baldursdóttir, 4 Glódís Perla Viggósdóttir, númer 7 Sara Björk Gunnarsdóttir, 10 Dagný Brynjarsdóttir, 11 Hallbera Guðný Gísladóttir, 14 Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, 15 Anna Björk Kristjánsdóttir, 16 Harpa Þorsteinsdóttir, 22 Rakel Hönnudóttir og 23 Fanndís Friðriksdóttir. Þetta er byrjunarliðið og það er nú ekki ónýtt að eiga manneskju eins og Margrét Láru Viðarsdóttur á bekknum eins og hún er. En hjá Hollendingum er markvörðurinn Lös Gjörts. Aðri leikmenn, númer 2 Desiree van Lunteren, númer 3 Stefanie van de Grant, 4 Mandy van den Berg, 5 Sisi Worm, númer 6 Anouk Dekker, númer 7 er stórstjarna þeirra Manon Meli og síðan er númer 8 Sherida Spitze, 9 Vivian Miedema, 10 Daniel van de Donk og 11 Lieke Martens. Og það eru Íslendingar sem hefja leikinn að sjálfsögðu í bláum búningum, Hollendingar í sínum appelsínugulu treyjum. Og hér er það Glódís Perla tilbaka á Guðbjörgu Gunnars. Nú með Glódísi í miðverðinu sýnist mér vera Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir og hún er þarna öftust á miðjunni eins og vera ber. Það er Anna Björk Kristjánsdóttir sem er þarna með Glódísi og það fer nú vel á því. Það er stjörnustelpunnar sem gjör þekkja hvor aðra þarna í miðverðinum og svo er Anna María Baldursdóttir, 3. stjörnustelpan hægra megin í bakverðinum. Þannig að þetta er þaulreind varnarlína saman, getur við sagt, og ætti að geta náð vel saman. Síðan er Hallbera Guðný Gísladóttir vinstri bakvörður. En Glódís Perla, þó ég tali hana sem stjörnuleikmann, þá náttúrulega er hún komin til Noregs, búin að færa sig, en spilaði með stjörnunni á síðustu leiktíð. Og hér hreinsa þær hollensku út af Guðný Björk fyrir liðið þarna í baráttunni, Sara Björk segi, en það er hollensku hreinsa út af og þá er Anna María Baldursdóttir og kastar inn og Sara þarna í baráttunni og síðan Harpa Þorsteins setur boltan áfram. Enn eitt stjörnuleikmaðurinn og náttúrulega markadrottning Íslandsmótsins spilar í fremstu vílinu. Fyrir aftan hana síðan Dagný Brynjarsdóttir sem er komin til þýska stórliðsins Bayern München og byrjar mjög vel í þýsku deildinni. En hér er eitthvað að boltanum, segir Lös Gjörts, markvörður Hollendinga, og það er skipt bolta að sjálfsögðu. Og Freyr, landsliðsþjálfari, segir að allir boltarnir séu jafn lélegir. Það þýðir ekkert að vera að skipta.
held að við látum bara heyra sem minnst það. En dómari Vilhjálmur Alvar Þórarinsson og aðstofadómarar Björn Valdimarsson og Jóhanna Kosic. Og það vinna bolta hér, Anna María kemst hann inn í sendingu og síðan Sara með sendinguna fram, ætlaði að hörpu, gengur ekki og það hollensku náð þessu, Siri Worm með sendinguna tilbaka á Louis Gertz. Og Gertz, já, kemur honum út og fær hann aftur. Það fín pressa hjá íslenska liðinu. Freyr var búinn að segja einmitt að hann ætlaði að láta liðið spila framar á vellinum og pressa hollendingana mun meira en gert var í síðasta leik þegar Íslendingar reyndar unnu, en þá spilaði íslenska liðið varfærnislega á Evrópumótinu, lá svolítið aftur og beitti skyndisóknum. Nú á að reyna að vinna boltan framar og halda honum betur. Og hér það Rakel Hönnudóttir með sendinguna tilbaka og Harpa með reynir hérna að spegla boltan, en það hollensku komast inn í þetta og negla fram. Og það Lieke Martens, en Anna María sterk á mótinni. Og það innkast sem Siri Worm tekur. Já, og Lieke Martens rennir boltanum tilbaka. Og þetta vel spilað hjá þeim hollensku. Og Daniel van de Donk leikur hann tilbaka á Sheritu Spitze og hún alla leið tilbaka á fyrirliða Mandy van den Berg. Þá van den Berg aftur. Skiptir yfir á hægri kantinn. Og Harpa reynir að trufla þær. Það sem að spila saman í öftustu víglínu. Þá van den Berg með langa sendingu og þessi of löng. Það Hallbera Guðný, en nær ekki að hreinsa vel. Og hver nær boltanum það já, Fanndís, Friðriks Fanndís gríðarlega spretthörð og áræðin og pressar vel og hérna sendingin yfir fyrir og það Harpa komin í færið. Harpa með skot og það varið. Já, og Harpa, nær ekki frákastinu. Fanndís, nær ekki boltanum og það hollensku virðast ætla að reyna, já, koma þessu frá. En fyrsta færið í leiknum fekk Harpa Þorsteinsdóttir. Fín pressa hjá Fanndísi var til þess að Harpa fekk boltan og komst í þokkalegt færi, svolítið þröngt, en náði samt sem áður að koma ágætu skoti á markið sem Louis Gertz varði. Og Gertz á van den Berg. Gertz aftur. Og það var Dagný Brynjarsdóttir sem skoraði eina mark leiksins þegar Íslendingar unnu Hollendinga á EM fyrir 1,5 ári eða svo. Dagný gríðarlega öflugur leikmaður, stór og sterk, nánast óvinnandi ósigrandi í loftinu og hefur eflst mjög mikið sem alhliða leikmaður. Þannig að hún orðin algjör lykilmanneskja á miðjunni hjá íslenska liðinu. Og hér það Stefanie van de Grant með sendinguna út á kantinn. Nú það vantar Hólmfríði Magnúsdóttur í íslenska hópinn. Hún meiddist og gat ekki verið með. Og hér koma þær hollensku. Þetta nú besta sóknið þeirra til þessa, þetta rangstaða. Já. Jóhanna Kosic ekki í minnsta vafa rétti þarna upp flaggið og Hollendingar teknar í landhelgi. En Manon Melis á hægri kantinum hjá Hollendingum, hún er tvímælalaust stjarnan þeirra. Langþekktasti leikmaðurinn og spilar í Svíþjóð
Elín Metta Jensen datt út úr hópnum vegna veikinda og Guðrún Arnardóttir kom inn í hópinn í hennar stað, en hér eru Íslendingarnir í sókn og Dagný Brynjarsdóttir tekur boltann vel niður. Sara, Dagný aftur, nei, hann á ekki að leggja þetta fyrir sig, en vel gert, vinna boltann hérna aftur og þarna reyndi Rakel Hönnudóttir stungusendingu inn fyrir, en fann ekki samherja og í staðinn koma hollendingarnir. Danielle van de Donk og þær vinna boltann strax aftur, vel gert hjá Hörpu Þorsteinsdóttur, boltinn að vísu út af henni, en vel gert hjá Hörpu. Og já, það eru greinileg kynslóðaskipti í íslenska liðinu, því að það eru ekki leikmenn þarna með yfir 100 landsleiki eins og var áður og núna til þess að Rakel Hönnudóttir reyndar Margrét Lára Viðarsdóttir sem á bekknum og Hólmfríður Magnúsdóttir sem ekki með. Þær eru með 97 leiki, en það eru farnar þær sem voru komnar yfir 100 leiki, þannig að það eru kynslóðaskipti í íslenska liðinu. Og hér Dagný í baráttunni og hollendingar ná að halda boltanum. Mandy van den Berg tilbaka á Kurtz markvörð. Og hollendingarnir spila með 4 manna varnarlínu sýnist mér, sem nú svolítið frábrugðið því sem karlaliðin þeirra eru vön að gera. Freyr, þjálfari ekki kátur með þetta, vildi meina að þarna hefði ekki verið brot, en hollendingar fengu aukaspyrnu. Það spila 4-4-2 síns mér, frekar en 4-3-3 hollendingarnir, en þá það Siri Worm tilbaka og þá pressa vel Danielle van de Donk í vandræðum, en fyrir liðin van den Berg tilbaka á Lois Kurtz markvörð, og Kurtz aftur út á van den Berg. Og Harpa kemur í pressuna og þær vinna boltan, eða hvað, Fandís þarna í baráttunni. Já, Fandís dugleg og fær aukaspyrnuna. Hún ekki stór, en hún grimsterk, Fandís Friðriks, og fær þarna aukaspyrnuna. Og það Glódís Perla sem tekur hana. Glódís, skemmtilega öflugur leikmaður og fín á boltan. Og hér kemur spyrnan inn á teiginn. Hollendingar ná að skalla þetta frá. Harpa tekur frákastið, en búið að dæma aukaspyrnu segi ég. Og ekki vegna rangstöðu. Nei. Aukaspyrna dæmt og hollendingar koma þá. Van den Berg mikið með boltan hann aftast. Hún ná að sjónlega byrja flestar sóknir, en sjáum hvað íslenska liði pressar vel. Fandís dugleg þarna, og þá kemur Harpa í pressuna. Van den Berg losa boltan fram og Anna María tekur þetta sterk þarna. Anna María kemur boltanum í svo ekki vel frá og hollendingar reyna að komast í gegn, en Glódís sópar þetta upp og takk. Þetta var hraustlega gert. Rakel Hönnudóttur ítt þarna hressilega af boltanum. Það var Sherida Spitze sem gerði það, en dæmd aukaspyrna. Þetta var svona ríflega öxl í öxl. Og Gunnhildur Yrsa tilbaka. Gunnhildur Yrsa nú ekki með nema 17 landsleiki. Og Fandís, sjáuði sprettin á henni. Og Van den Berg, en Fandís setur boltan út af. Fandís náttúrulega rosalega spretthörð
og nýtist vel eiginlega betur svona af miðjunni heldur en sem framherji því að hún getur svona sprengt upp með sprettum af miðjunni. En Hollendingar reyna að byggja upp og koma sendingunni á Vivianne Miedema og sendingin ekki nógu góð frá henni og innkast. Nei. Þarna Sara Björk fyrir liði í einhverjum vandræðum en það Anna Björk með sendinguna fram og jú, vel leyst hér hjá íslenska liðinu, engin aukaspyrna þarna. Það var Rakel Hönnudóttir í baráttunni sýndist mér. Já, Rakel var það og þá Harpa sækir þarna að þeim. Já, ekki mikið að gera svo sem í leiknum en Hollendingar halda boltanum þokkalega, svona allavega í öftustu víglínu. Og þetta á Anna María, nei, missir boltan og það Líke Martens komin á sprettin en vel gert hjá Glódísi. Kemur og vinnur þetta og Anna María kemur síðan og það Daniel van de Donk en þær hirða boltan af henni og Harpa. Nei, móttakan ekki nógu góð þarna hjá Hörpu og missir boltan út af. Ekki í topp leikæfingu svo sem íslensku leikmennir og valla þeir hollensku heldur. En þetta vel spilað og Rakel, hvert ætlar hún hérna á kantinum? Nei, þetta fín vörn hjá hollendingunum, hirða boltan af henni og þá það Sherida Spitze með sendinguna út á kantinn og síðan Vivianne Miedema nær að snúa og fín varnarvinna hjá Íslendingum, vinna boltan en missa hann jafnharðan. Það vantar svolítið að halda boltanum á miðjunni, svona yfirvegað spil og það nú það sem hefur verið svolítið veikleikinn hjá íslenska liðinu, það leikstjórnanda vantar á miðjuna. Einhvern sem getur haldið boltanum og stjórna svolítið tempóinu og bara spilinu á miðjunni. En ekki vantar dugnaðinn í stelpurnar og þá það Stephanie van der Grant út á kantinn á Desiree van Lunteren en Íslendingar ná boltanum, Gunnhildur Yrsa tilbaka og þá Glódís með, nei og þetta svona sendingar koma til að því að þær fara að spila yfir miðjuna þegar gengur ekki að spila í gegnum hana og ég vil nú frekar segja að reyna að halda boltanum betur og spila sig í gegn. Og hver á innkasti hérna? Boltinn hefur farið á Rakel, þannig að það eru hollendingar sem eiga innkastið. Valómenís leggur boltan tilbaka og nei, fekk hann ekki hérna í fæturna. Og hér koma hollendingarnir síðan. Líke Martens með sendinguna og þetta glæsilegt mark. Sherida Spitze skorar fyrsta mark leiksins. Þarna gleymdu það sér í vörnin íslensku stelpunar, gáfu hollendingum tíma fyrir utan teginn og það Sherida Spitze, sýnist mér, sem skorar þetta mark. Og það þegar rétt tæpar 20 mínútur liðnar af leiknum. Já,
Það var algjör óþarfi að gefa henni þennan tíma og þetta pláss. Hann fyrir utan tegin og hún smelti boltanum bara yfir Guðbjörgu í markinu. Og þetta var fínt skot. Svo sem ekki við Guðbjörgu að sakast. En þá það Dagný með flotta sendingu yfir á Fanndísi og Fanndís reynir síðan að finna Önnu Maríu, gengur ekki. Það var bara að halda pressunni áfram. Hollendingar reyna að spila sig út úr pressunni og enda með því að markvörðurinn verður að negla, Louise Kurtz verður að negla boltan fram og síðan Sara Björk dæmd brotleg. En já, Hollendingar hafa aðeins einu sinni unnið Íslendinga í 7 tilraunum en eins og ég sagði áðan að þá hafa þeir rokið upp heimslistan og eru komna núna í 12. sæti og eru talsvert ofar en íslenska liðið. Þannig að Sara vinnur boltan hérna á miðjunni og þá Fanndís. Hún leggur af stað. Sara, Fanndís aftur. Nei, boltinn tekinn af henni. Hún hættir ekki frekarinn fyrir daginn. En ágætlega leyst hjá Hollendingum og Stefánie van de Grant kemur boltanum fram á miðjuna. Og síðan fín skipting yfir á Lieke Martens. Lieke fer fram hjá Önnu Maríu og þá Siri Worm með sendinguna fyrir. En já, Anna Björk þarna í baráttunni og Hollendingar ná að leggja boltan út í tegin en síðan ná Íslendingar hreinsa frá. Þar Gunnhildur Yrsa gerði það sýndist mér og Hollendingar halda boltanum áfram. Þær halda boltanum mun betur en íslenska liðið og sýna þolinmæði í uppbyggingu sóknanna. En hér endar kemst Gunnhildur Yrsa inn í sendinguna og kemur boltanum síðan áfram. Já. Gunnhildur Yrsa, leikmaður Stabæk í Noregi og Glódís Perla. Ég sagði nú áðan að hún hefði farið til Noregs. Það náttúrulega bulli mér. Hún fór til Svíþjóðar, til Eskilstuna. En það svo sem ekki langt að fara frá Noregi til Svíþjóðar. En það hollensku með innkastið og Anna María tilbaka á Glódísi. Glódís aðeins pressuð en kemur boltanum tilbaka á Guðbjörgu. Og hún út á vinstri kantinn þar sem Hallbera nær ekki að halda boltanum inn á. Það vantar svona þetta hjá íslenska liðinu, taka boltan niður og spila honum yfirvegað á miðjunni og ekki í fyrsta skipti sem við sjáum það. Innkastið hjá Hollendingum og Malone Nys nær að snúa og leggur boltan út á markaskorarann Sirdi Spitze og fær boltan aftur. Þá það Siri Worm með sendinguna. Þetta stórhættulegt yfir á fjarstöngina en sem betur fer náði, sýnst að vera Danielle van den Donk sem náði ekki að koma skallanum á markið en ágæti spil hjá Hollendingum og þær eru þetta verðskuldu fórusta hjá þeim held ég að ég sé óhætt að segja. Þær hafa þó þær hafi svo sem ekki skapað sér mörg færi þá hafa þær verið meira með boltan og
svona betra spil hjá þeim heldur en íslenska liðinu. Og pressa hér, Malone með Nýs. Hvert ætlar hún með sendinguna inn á Van de Donk. Van de Donk með flotta stungusendingu en íslensku varnarmenni náð þarna að komast fyrir og enda með því að Glódís hreinsar fram bara beint á Mandy van den Berg og þær hollensku stjórna leiknu núna mjög vel. Van den Berg og skiptir út á kantinn á Martens. En já, fín barátta hjá Önnu Maríu Baldursdóttur. Setur boltan út af. Og það Siri Worm sem kastar inn. Og þá Spitze, Sherida Spitze þarna og missir boltan út af. Nei, það er hollensku sem eiga innkastið. Og Vivian Miedema tilbaka á Anouk Dekker sem þarna sterk, stór og sterk í varnartengilinum. Fær boltan hér, Dekker og þarna munaði litlu reyndar að Dagný Brynjars inn í boltan af henni. Og þá boltinn alla leið tilbaka á Guðbjörgu. Og hún neglir fram Dagný, nei, Dekkers tekur þetta, það nú álíka hávaxna, ég held sveimir á Dekker sem sér stærri en, hún stærri en Dagný og kannski ekki skrítið því að einhvern tíma sá ég það nú að hollendingar eru að meðaltali hæsta eða hávaxnasta þjóð Evrópu og í heimi, þannig að það er ekki skrítið þó að þeir eigi einn leikmann sem hærri en Dagný Brynjars. Og þarna Louis Skörts markvörður mjög svöl. Þetta nú ekta hollenskt sjálfstraustið til að halda boltanum vel. Og hér það, Rakel Hönnudóttir í baráttunni en boltinn tilbaka á Skörts sem neglir fram. Og Gunnhildur Yrsa skallar út af. Gengur ekki alveg upp spilið hjá íslenska liðinu. Anna Björk og yfir á Fandísi. Fandís með mann í bakinu og þær hirða boltan af henni. Koma hér. Nei. Dekkers. Nei, það Van de Donk tilbaka og þá það Miedema og boltinn út á kantinn á Martens. Martens á móti Önnu Maríu. Anna María stendur pliktina vel en brýtur og þetta getur orðið hættulegt. Þær eru stórar þarna, þannig náttúrulega, það bæði Vivian Miedema framherji mjög hávaxinn sem og Anouk Dekker þarna á miðjunni og síðan Stefanie van der Grant. Turn líka, það eru 3 turnar þarna og síðan Van den Berg fyrirliði ekkert smávaxinn heldur. Hér kemur aukaspyrnan inn á nærstöngina og þetta siglir rétt fram hjá markinu. Markspyrna var enginn sem náði að snerta en Guðbjörg í vandræðum hana og hefði held ég lítið gert við þó að ef þessi bolti hefði farið hinum megin við stöngina. Glódís með langa sendingu fram, Fandís eltir og það eru hollendingar sem eiga innkastið. Það félagarnir, Glódís og Fandís. Hljóma næstu svo tvær Icelandair þotur eða flugleiðavélar. Einhvern tímann voru þær allar dísir, minnum mig. En Fandís vinnur boltan, vel gert hjá henni og reynir að stinga inn fyrir á Hörpu, gengur ekki langt síðan þær hafa fundið Hörpu og hún svolítið einangruð þarna frammi eða bara vantar eins og ég segi þetta miðjuspil hjá íslenska liðinu.
En sjáum til hvað að gera hérna. Rakel nær ekki að snúa og Hollendingar hirða boltan bara af henni. En Íslendingar vinnan strax aftur. Ágætlega gert og Hallbera Guðný með sendinguna fram og reynir þarna að finna Söru fyrirliða. Gengur ekki. Og já, það eru nú heldur þungbúnar íslensku stelpunar hérna á bekknum fyrir neðan mig. Sitja og fylgjast með. En á varamannabekknum hjá íslenska liðinu í dag eru Sandra Sigurðardóttir, markvörður Stjörnunnar og síðan Arna Sif Ásgrímsdóttir, Guðmunda Brynja Óladóttir, Margrét Lára Viðarsdóttir, lang markahæsti leikmaður íslenska liðsins frá upphafi. Ásgerður Stefanía Baldursdóttir, Guðný Björk Góðinsdóttir og Guðrún Arnardóttir. Þetta eru þær sem eru á bekknum hjá íslenska liðinu. Jæja, áhorfendur taka aðeins við sér, hvetja sína stelpur. Hálftími liðinn að leiknum og staðan 1-0 fyrir Hollendinga. Markið kom skömmu fyrir 20. mínútuna, það er svona 18-19. mínútu. Og það var Sherida Spitze sem skoraði það. Glódís Perla með aukaspyrnuna og hún er bara tekin langt og Hollendingar ekki í vandræðum með þetta og þó þarna Sara komst í boltan og reyndi skoti, það gengur ekki upp og boltinn aftur fyrir. Rakel náði ekki þessu en þarna sáum við Anouk Dekker tók skallæmið á móti Dagnýju Brynjars og það er ekkert oft sem maður sér Dagnýju tapa í skallæmi en Dekker er bara svolítið hærri en hún og gríðarlega hávaxin og sterkleg stelpa. En sýnist markvörðurinn Kurtz ætla að taka lág, nei, sendir hann á Vandenberg fyrirliða, fær boltan aftur og þær eru svala núna að spila út úr þessu en þetta er nú það sem hollensk lið eru þekkt fyrir að gera en Íslendingar vinna boltan og Sara komin í dauðafæri en það er varið og það er hreinsað síðan frá. Fín pressa hjá íslenska liðinu, Hollendingar tóku áhættuna að spila út úr þessu og Louis Kurtz markvörður fórnaði sér þarna í þetta klafs við Söru. Náði að verja en hefur eitthvað meiðst við það, sýnist mér. Og þarna munaði litlu, besta færi Íslands í leiknum. Líklega besta færið. Mark Hollendinga kom svo sem ekki úr neinu dauðafæri, heldur bara mjög góðu skoti fyrir utan teig. Það sem íslensku leikmennir hefðu mátt vera fljótari að loka á Sherida Spitze en hún náði skotinu á markið og skoraði og ja, ég sé ekki alveg hvað er með Louis Kurtz en varamarkvörðurinn Diane Bito er byrjuð að hita. Það er ekki, það er Sari van Venendal sem er að hita en ekki Diane Bito sem er byrjuð að hita upp en við sjáum til hvað gerist með Kurtz. Það er verið að huga að henni og sýnist nú ekki vera mjög bjart yfir því. Já, ég hefði nú gaman að sjá Margréti Láru koma inn á einhvern tíma eftir
Þetta hvort hún getur bætt við safnið af mörkum sínum. Hún er búin að skora 71 mark í 97 landsleikjum. Og hún er að komast í form eftir passburð. Og það væri fróðlegt að sjá hana. Nú já. Hún ætlar að halda áfram, Lewis Kurtz. Þannig að þetta sem betur fyrir ekki neitt alvarlegt. Virðist ekki vera allavega, en að Hallbera með innkastið fyrir íslenska liðið. Rakel býður sig og síðan Harpa. En hollendingar hreinsa þetta út af, eru þarna á undan. Og Harpa hefur fengið úr ákaflega litlu að móða til þess að þarna kemur Hallbera með innkastið og Rakel með hlaupisi og hollendingar koma boltanum frá. Þó ekki langt, þetta var vel gert hjá Gunnhildi Yrsu, komst hann inn í þetta en síðan sendingin hér fram og boltinn út af. Og það eru hollendingar sem eiga innkastið. Van de Donk hérna í baráttunni, nær að snúa, vel gert hjá henni. Og kemur boltanum á Vivian Miedema. Stór og sterk en boltinn út af. Anna Björk var þarna í bakinu á henni. Og þá er það Desiree van Lunteren með innkastið. Og Sara nær boltanum, Glódís Perla. Og Anna María, aftur á Glódísi bara, nei, kemur hann á Söru. Sara, já, Fandís og Anna María, nær ekki boltanum. Þá er það Siri Worm með innkastið og Anna María setur hann út af. Worm þá aftur. Og leikur tilbaka á Spitze en Fandís missa boltan strax aftur og Van de Donk tilbaka og Van Lunteren og yfir á Van den Grant, hún tilbaka á Kurtz og þetta eru mikil hlaup hjá íslenska liðinu án bolta en það er pressa núna og hollendingar verða að taka langa sendingu fram. Glódís Perla með flottan skalla þarna en Harpa var nú vel fyrir innan og ætla nú ekki sleppt boltanum viljandi þessuna. Hún var í rangstöðunni þegar Glódís skallaði boltan. Og þá er það Lewis Kurtz, hún verður að sparka boltanum fram. Og þó, Harpa sækir að henni og Kurtz neglir boltanum fram og Hallbera skallar hann. En það er hollensku vinnan strax á miðjunni, Lieke Martens. Reynir sendinguna inn fyrir en nær ekki að finna þarna Manon Melis sem var í hlaupinu. Og þá var það hinum megin, Lieke Martens. En vel gert hjá Gunnhildi Yrsu. Pirrar hana og þá er það Van de Donk. Og Harpa kominn tilbaka. Van de Donk heldur boltanum. Þær halda honum miklu betur hollendingar heldur en íslenska liðið. Og stjórna leiknum. Van Lunteren. Og þá er það Dekker. Og yfir á Martens, kominn af kantinum hérna inn á miðjuna og þá er það framhjálaupi hjá bakverðinum Siri Worm.
tilbaka á Martens og þetta er ágætlega spilað hjá hollendingum. Yfirvegar og halda boltanum vel. Og þá það Martens eina ferna en tilbaka á Worm. Og þá Spitze. Og já, ég svolítið áhyggjuefni hvað hollendingar eiga miðjuna vel og geta náð að halda boltanum. Þá Van den Berg og Van den Grant og fín sending hjá henni inn fyrir Önnu Maríu og þar líka Martens mætt. Martens með fína snúning og leggur boltan út en sem betur fer hitti hún ekki samherja. Harpa komin tilbaka og heldur boltanum ágætlega. Já. Þetta er hreinsað út af og það eru hollendingar sem eiga innkastið. Það er Miedema alveg tilbaka á Van den Grant og ná Van Lunteren. Þetta er eins og fyrir daginn, mikill eltingaleikur hjá íslenska liðinu. Kurtz, já, spila vel út úr þessu. Og þá Siri Worm. Worm hérna aftur, fínt spil hjá hollendingum en Anna María kemst inn í þetta og setur boltan út af. Freyr Alexandersson, þjálfari, duglegur að tala við sína stelpur. Hann er valla ánægður núna, sérstaklega ekki með að sjálfsögðu ekki með stöðuna en ég held ekki heldur með spilamennsku sína stelpna. Og hver nær boltan hérna? Það eru hollendingar sem gera það, líka Martens. Reynir að koma honum út á kantinn en vel gert Hallbera Guðný komst hann á milli. En þá er það Dekker. Fær boltan aftur og sendingin síðan, já, alveg nóg nákvæmst finnst mér og þá kemur boltinn aftur fyrir sem betur fer misheppnuð fyrirgjöf, fínt spil hjá hollendingum fram að því. Og þá Guðbjörg. Og það er Anna Björk og fær boltan aftur. Já, Sara og þá Anna María og þarna er hún pressuð. Daniel van de Donk kom inn í pressuna og fær innkastið. Nei, segi ég, gefur innkastið. Og já, Harpa tilbaka á Önnu Maríu. Vel gert hjá Önnu Maríu. En þetta er líka vel gert hjá van de Donk. Gefur ekkert eftir og það er annað innkast. Anna María var eiginlega komin fram hjá henni. Og þá Sara, Anna María aftur og van de Donk. Hörð þarna í baráttunni. Og já. Glódís Perla með fína sendingu upp í hornið. Anna María á þetta, skalla boltan niður. Já, Dagný. Nær hún að taka boltan niður? Nei, gerir það ekki, en fær aukaspyrna. Dekker þarna á móti Dagníu Brynjars. Og ég held að hljóta vera Dekker sem á síðan að dekka Dagníu. Nei. Það er spurning hvor ætlar að taka, Fanndís eða Hallbera. Ég held að það verði Hallbera sem tekur að með vinstri. Nei. Og ekki nógu góð aukaspyrna hjá Fanndísi en hún vinnur hér boltan aftur og hvað? Það liggur hér einn hollenskur leikmaður eftir.
eða liggur eftir, þarna eitthvað hokinn inn á teignum. Ég náði ekki að sjá hvað það var sem gerðist þar. En þetta í annað sinn sem þarf að huga að hollenskum leikmanni. Áðan var það markvörðurinn. Og nú það hver sýnist þetta jafnvel vera Stefanie van den Grant, miðvörður. Eða hvað þetta Dekker? Nei, Dekker þarna út á vellinum. Þetta önnur hávaxinn. Ljósær, þetta Stefanie van den Grant, sýnist mér, hefur fengið höfuðhögg. Og já, það van den Grant sem fer þarna út af. 2 leikmenn að hita upp, en sjáum til hvort hleypa henni inn á aftur. Við fengið þarna eitthvað skalla saman eitthvað. Já, hún kemur inn á. Stefanie van den Grant kemur inn á. Og þá kemur þessi langa sending hér, allt og löng fyrir Rakel Hönnu. Og lætur aðeins finna fyrir sér, svona óþarfi. Fær líka að heyra það hjá dómaranum, Vilhjálmi Alvari Þórarinssyni. Já, óþarfi fyrir hann að standa í þessu. En það fer nú að styttast í hálfleikinn hér í kórnum og komið fram yfir 45 mínútur frá því leikurinn hófst, en það náttúrulega búin að vera tafir vegna meiðsla hollendinga. Og Dagný vinnur þarna boltann og þá Sara, en ná ekki að komast þarna fram hjá Dekker sem berst vel 4 mínútur sem bætt við. Já. Það getur bara vel passað því að leikurinn stöðast í nokkra mínútur þegar markvörðurinn Louis Kurtz meiddist. Og Louis Kurtz spinnir boltanum hérna út af. Og það enga sem Íslendingar eiga. Hallbera Guðný tekur innkastið, reyna að finna hörpu, gengur ekki, það eru grimmar hann í vörninni, en síðan misefnusendingi hjá henn, Dagný Brynjars nær boltanum. Dagný, já, vel gert hjá henni. Harpa með skotið framhjá. Já, þetta gerist þegar maður fær voðalega lítið að sjá á boltanum og hvað þá á hættulegum stöðum. Harpa gaf sér ekki tíma þarna til þess að stilla fallbyssuna almennilega eða koma sér í betra skotfæri. Það einmitt þegar framherji fær voðalega litlu að moða úr eða lítið til að moða úr, að þá verður þetta þannig. Og hér Harpa rangstæð hárrétt. Þetta var augljós rangstæða. Og þá fer nú að styttast í að Vilhjálmur dómari flauti til loka fyrir hálfleiks. Mandy Vandenberg fyrirliði með aukaspyrnuna. Þetta nú 10 metrum framar en rangstæðan var. Já, skiptir ekki öllu. Vandenberg hérna aftur. Og fínt hlaup hjá Van de Donk. Hún með sendinguna út á kantinn á Martens. Van de Donk aftur. Hvert ætlar hún? Heldur boltanum vel. Hún teknísk og fer fram hjá henni, klobbaði hana bara og leggur boltan út. Dekker og þá markaskorar Spitze, en nú hittur hún boltan ekki eins vel á þann og sem betur fer setur þetta vel fram hjá.
og það því allt útlit fyrir að staðan verði 1-0 í hálfleik fyrir Holland. Það komið vel fram yfir núna. Dagný í baráttunni en missir boltan yfir sig og Dekker, hún rosalega sterk þarna. Stór og sterk, skalla boltan tilbaka og þá Kurtz. Hallbera. Harpa kemur úr rangstöðunum, má ekki elta þarna og þetta aukaspyrna. Jájá. Broti á Dagníu þarna og þetta verður síðasta tækifærið eða tilraunin í fyrri hálfleik hygg ég. Þá bara að vanda sendinguna inn í teginn. Fá hana betri en áðan. Hallbera ætlar að taka þetta sýnist mér. Dagný ætlar hún á fjarstöngina eða nær. Sjáum til. Hér kemur sendingin inn á fjarstöngina og Kurtz nær að slá boltan aðeins frá og þetta horn sem Íslendingar eiga. Það bara að drífa sig að taka. Já, Freyr gargar hér á þær að drífa sig. Að taka. Gæði, segir hann, verða að fá góða sendingunni. Ekkert stutt hérna, þá flautar hann af. Bara koma boltanum inn í teginn. Yfir á fjarstöngina og það skalla þetta frá og þar með flautar Vilhjálmur Alvar til loka fyrir hálfleiks. Staðan í hálfleik 1-0 fyrir Hollendinga og það var Sherida Spitze sem skoraði markið eftir 18 mínútna leik eða svo og verðskuldu fórust á Hollendinga sem eru búin að vera mun meira með boltar, halda honum betur og svona meiri yfirvegun í þeirra leik. Við sjáum hvað setur í seinni hálfleik. Við eigum meðal annars Margrét Láru Viðarsdóttur inni á bekknum og ég yrði nú ekki hissa að sjá hana koma inn á en það fyrst og fremst á miðjunni sem íslenska liðið þarf að bæta sig. Halda boltanum betur og byggja upp sóknir. En sjáum hvað setur í seinni hálfleik. Disney kynir. Frá þeim sömu og færð okkur Alice in Wonderland og Frozen kemur Cinderella. You shall go to the ball. You find that really comfortable. I'm only a girl, not a princess. Stórkostleg ævintýramynd öskubusku sem allir þekkja. I can't drive, I'm a goose. Ekki missa af stuttmyndinni Frozen Fever sem sýnd á undan. You had to go and choose that one, didn't you? Komin í bíó. Hver einasti vinnudagur fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörðum fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reytir. Velkomin til starfa.
It's time. Nýjasta meistarverk Disney, Into the Woods, tilnefnd til 3 Óskarsverðlauna með Meryl Streep, Emily Blunt og Johnny Depp. Oh my God. Into the Woods, komin í bíó. Doritos fyrir þá djörfu. Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðara og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber allt að 5 háskerpu myndlykla og önnur nettengd tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þér ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Samfum kynir, Fókus. Who's the girl? She's our intern. You hitting that? I'm right here. No, Farhad, I'm not hitting that. You should hit that. So what about the big con? The one where we make so much money we all retire. Fókus, eina betri myndum þessa árs. But that's what you get when you hire a con man. Komin í bíó. Premium frá Dominos. Þegar þið langar í alveg ekstra góða pítsu. Allskins spennandi áleggstegundir sem gera premium pítsurnar svo sannarlega einstakar. Fáðu þér premium. Þú átt að pottþétt skilið. Dominos.
Jæja, þá fer síðari hálfleikur að hefjast hér í Kórnum. Staðan 1-0 fyrir Hollendinga í leikli og það var Anouk Dekker, Sherida Spitze sem skoraði markið eftir 17-18 mínútna leik og þá er allt til reiðu fyrir seinni hálfleikinn. Ég sé engar breytingar á íslenska liðinu og Vilhjálmur Alvar Þórarinsson, dómari, flautar hér til seinni hálfleiks. Og Dekker með sendinguna fram á Malon Menís sem að hefur lítið sést miðað við það hvað þetta er nú góður leikmaður að þá ég ætla ekki að segja ég hefði viljað sjá meira til hennar en þetta er hörku leikmaður Manon Melis og spilar í sænsku deildinni með Kopparberg frá liðinu frá Gautaborg og hér er Lois Hertz, markvörður, tekur boltan upp í róleitum þegar Harpa sækir að henni. Hertz meiddist þarna aðeins miðbygg fyrir áleiks en virðist ekkert aðeins núna og negli boltanum fram. Anna Björk skalla frá. Þá Dagný Brynjars með sendinguna yfir á Fandísi Friðriks og hver nær boltanum hérna, það eru þær hollensku sem gera það. Fandís pressar en spila vel út úr þessu. Og allarleið tilbaka á Hertz, markvörð og hún sé með misheppnaða sendingu fram. Það er allt í lagi, Gunnhildur Yrsa reyna að koma boltanum inn á teginn, gengur ekki. Og ára fyrirliðin Mandy Vandenberg með langa sendingu fram. Og Glódís Perla í baráttu þarna við hina hávöxnu Vivian Miedema en hafði betur. Tímasetti stökkið þarna betur og ítti aðeins í Miedema. Og þá er það Anouk Dekker með sendinguna fram á Miedema en vel gert hjá Söru, vann boltan. Og þá Hallbera og Gunnhildur Yrsa og Glódís Perla yfir á Önnu Maríu, Glódís aftur og Harpa nær ekki að taka boltan niður hana. Og þetta er aukaspyrna, brotið á markaskoraranum, Sherida Spitze. Mandy Vandenberg tekur aukaspyrna. Þá Spitze markaskorari og Worm. En það er Líke Martens með fína snúning tilbaka á Siri Worm. En Íslendingar vinna boltan og Sara, nær ekki að halda honum. Þær eru grimmsterkar hana á miðjunni þær hollensku. Og hafa nokkuð góð tök á miðjunni. Það er Spitze tilbaka á Gert og þarna Dekker skalla boltan áfram. Dagný Brynjars fer í hana og brýtur. Freyr eitthvað tjá sig hérna dómgæsluna vill að hann stelpu fái nú aðeins að pottíðar. Þannig að það sé alltaf dæmt. Stefanie van de Grant með aukaspyrna. Og Hallbera kemur boltanum frá Sara, þetta er rangstaða. Harpa kom þarna úr rangstöðunni í boltan og þetta er hárrétt. Fandís, náði ekki að vinna boltan.
Reyndar ekki Fandís, það var Gunnhildur Yrsa þarna. Fandís lúrir nú út á hægri kantinum og þær hollensku láta íslensku leikmennina hlaupa mikið. Louise Goertz, í róleitum út á Stephanie van den Grant og van den Grant skiptir yfir á Worm, Siri Worm og hún finnur Lieke Martens, Worm aftur og þær gera þetta vel þær hollensku, halda boltanum mjög vel. Nú hafa orðið mikla framfarir í hollenska boltanum síðustu árin og enda hafa þær gert átak þar, meðal annars sameinuðu þær, eða var hollenska deildin sameinuð þeirri belgísku og til að fá fleiri og sterkari lið og þannig að bestu lið beggja landa eru í efstu deildinni og það hefur skilað sér í framförum hjá báðum landsliðum, bæði því hollenska og belgíska og þetta er bara á síðustu árun sem hollenska liði hefur tekið þetta mikla stökk. En hér er það Van den Berg og Van den Grant og yfir á Van Lunteren, bakvörðinn, og Van Lunteren finnur hana Melis en hún nær ekki að koma boltanum á samherja, Manon Melis, og sem betur fer hefur ákaflega lítið sést til hennar í leiknum, en Fandís setur boltan út af og hollendingar eiga innkast. Dagný setur boltan út af. Vel gert hjá Worm. Reyndar er þetta Van den Berg og ekkert dæmt þarna, enda algjör óþarfi. Anna María með sendinguna tilbaka á Guðbjörgu. Gugga út á Glódísi Perlu og þá Anna Björk og þær eru svolítið fastar í sínum stöðum, stelpunnar. Svona Sara á Hallbera laus á kantinum og Hallbera inn á Dagníu og Dagný með leikmann í bakinu. Við kemur boltan tilbaka á Hallbera og Hallbera stingur boltanum síðan inn og þar er það Gunnhildur Yrsa í baráttunni og Goertz hreinsa fram. Hallbera, Harpa og nei, hún hefur ekki fengið mikið pláss. Markamaskínan Harpa Þorsteinsdóttir hefur fengið úr litlu að móða og þá sjaldan hún fær boltan að þá er hún með 1-2 leikmenn í bakinu. Og já, vel gert hjá Lieke Martens og nú er hún komin allt í henni yfir á hægri kantinn, hún var á vinstri kantinum áðan og já, fikra sig núna yfir, er komin bara inn á miðjuna núna, sjá til hvar hún endar, en löng sending hérna fram hjá íslenska liðinu og Rakel Hönnudóttir eldir, en þær koma þessu út af. Það er Stephanie van den Grant sem gerir það og þrátt fyrir að þetta sé vináttulandsleikur eru nú engar breytingar komnar á liðunum en þá sem sýnir það að hann nú tekið nokkuð alvarlega og vel gert hjá Glódísi Perlu stakk sig þarna fram fyrir Vivian Miedema, grimm í vörninni Glódís og þá Fandís kemur boltanum fyrir markið en Van den Berg hreinsa frá
fyrir liðin og þá Gunnhildur Yrsa en hún missir boltan út af. Já, það vantar ekki hlaupin í þær Gunnhildi Yrsu og Fanndísi en það vantar að halda boltanum betur og hér reynaður hollensku sendingu í gegn en Anna Björk gerir vel stöðva boltan og þá sér þetta Spitze með flotta skiptingu og Glódís Perla hreinsar þarna út af mikill leiðtogi í vörninni Glódís og grimm og fljóti í boltan og svo hún ágætt líka á boltanum. Fína sendingar frá henni yfirleitt og hún lipur með boltan svona að miðverði að vera. En þá Dekker og með sendinguna á Spitze, hún missir boltan frá sér og Sara, sjáum við hvað eru fljótar tilbaka líka hollendingan duglegar en Rakel vel gert hjá henni í baráttu á móti Desiree van Lunteren og fær aukaspyrnuna. Og það Hallbera sem ætlar að taka hana. Nei, það ekki Hallbera, það Fanndís og þó taka hann með, spurning hvort Fanndís tekur hann með hægri og skrúa hann inn að markinu eða, hún ætlar að gera það. Hér kemur sendingin yfir á fjarstöngina og Dagný Brynjar stekkur upp en það hollenskuna á að skalla frá. Og síðan brýtur Rakel Hönnudóttir á Daniel van de Don, nei á Lieke Martens og það aukaspyrna. Já, það hollensku mega eiga það. Það eru bæði sterkar í loftinu með þarna nokkra turna og síðan bara liprar, halda boltanum vel, spila í fæturna hver og annari eins og þetta. Og þarna það Vivian Miedema heldur boltanum vel, kemur hún tilbaka á Van den Berg og hún á Worm. Van den Berg aftur. Þetta sáum við hvað eftir annað í fyrri hálfleik. Hollendingarnir halda boltanum vel. Melis tilbaka á Spitze og þá Miedema. Nei, náðu ekki að koma boltanum á samherja og þá það Fanndís sem sjáðu. Þær pressa strax til að vinna boltan aftur. Sara og Dekker vinnur boltan og Glódís Perla hana til varnar og síðan kemur Sara og bjargar. Og sáum þarna hvað eru grimmar og fljótar að vinna boltan. Anouk Dekker var mætt í pressuna og boltinn fór á Siritu Spitze sem komst inn í teginn. Þá Harpa með leikmann í bakinu eins og einlega nær núna að snúa, vel gert hjá henni. Og Dagný skiptir yfir á Hallberu og Hallbera missir boltan út af. Ja. Sendingarnar ekki alveg nógu vandaðar hjá íslenska liðinu og nú sýnist mér Arna Sif Ásgrímsdóttir vera komin á. Og spurning hvort Margrét Lára fari ekki líka að koma inn á. Það væri nú vel tilfundið. Ég myndi jafnvel vilja sjá hann að koma inn á miðjuna til að reyna að halda boltanum aðeins þar. En sjáum til hvort Freyr Alexandersson þjálfari sé sammála mér. Það að gera sig klára þessi íslensku varamennir. Og ætla að fá ekki allar tækifæri. Þetta er ju vináttulandsleikur. Hóra Worm
Dagný sækir að henni og þá Harpa að pressa Kurtz. Þær spila bara út úr þessu hollendingarnir, þær gera þetta vel. Nei, Vorm missir boltan út af. Akkúrat því ég var að hrósa þeim fyrir að gera þetta vel. Og þá var það Gunnhildur Yrsa. Annað innkast sem Íslendingar eiga. Anna María Baldurs með innkastið. Og Harpa reynir að snúa en hún bara með mannesku í bakinu, eða leikmann í bakinu í hvert einasta skipti sem hún fær boltan. Vorm með langa sendingu fram en Íslendingar vinna boltan. Dagný segi ég og þá Fanndís. Dagný aftur og Gunnhildur Yrsa. Já, þetta lítur ágætlega út. Og Rakel. Og nei, þessi sending ekki nógu nákvæm hjá Gunnhildi Yrsu út af og Hallbera náði ekki boltanum. En þá það skipting hjá íslenska liðinu og það Guðný Björk Óðins sem að koma inn á sýnist mér. Og hver fær boltan hérna? Það eru Íslendingar sem eiga innkastið. Já. Og Guðný Björk Óðinsdóttir og Arna Sif Ásgrímsdóttir eru báðar að koma inn á. Og Rakel Hönnu kemur út af fyrir Guðný Björk. Og Anna María Baldurs kemur út af. Jæja, býðum við. Hver fer hvert? Sýnist Guðný Björk fara í vörnina. Það sjáum til. Arna Sif komið þarna inn á teiginn. Og Hallbera með aukaspyrna yfir á fjarstöngina og Kurtz kemur kýlir boltan frá og fær Dagnýju Brynjars á sig. Liggur eftir í annað sinn í leiknum sem hún liggur. Og hollendingar skipta. Út af kemur Vivian Miedema framherji og ég sýnist að vera Kirsten van de Fein sem kemur inn á í hennar stað. Miedema liggur ekkert á, enda liggur Lewis Kurtz markvörður ennþá verið að huga að henni og hollensku leikmennir nota tækifæri til þess að fá sér vel að drekka. En Miedema ekkert ánægð með að vera tekin út af. Það rétti andinn og Kirsten van de Ven kemur inn á í hennar stað. Annar hávaxinn framherji. Og Lewis Kurtz staðinn upp og 18 mínútur liðnar af seinni hálfleik. Staðan þá 1-0 fyrir hollendinga. Sér þetta Spitz sem markið á 18. mínútu. Markið sem skilur liðin að. Og Harpa í baráttunni en nær ekki boltanum. Og Kurtz. Vel gert hjá, nei, það missa boltan og Sara yfir á Guðnýju Björk. Guðný Björk kominn á hægri kantinn. Nei, vinstri kantinn segi ég. Og bara í staðinn fyrir Rakel Hönnu og þvílíkur sprettur hér hjá Fanndís sem sendinguna fyrir og það rétt ná að koma þessu frá. Desirée van Lunteren. Þetta var nú einn besta sókn íslenska liðsins. Fanndís á rosa sprett upp kantinn og þá það Hallbera en sendingin frá henni algjörlega misheppnuð aftur fyrir. En
flottur sprettur hjá Fanndísi upp að endamörkum og kom hættulegri sendingu fyrir markið og þarna hefði ég bara viljað sjá meiri grimmd inn í teignum. Minnst kosti 2 leikmenn gera árás þarna á boltan. Það nú ekki, þetta í eina skipti sem hafa komið svona aftur fyrir hollensku vörnina og koma sendingu fyrir. Harpa, nei, það ekki að halda boltanum og Van de Berg neglir fram og þar það Arna Sif sem skallar út af. Arna, já, býðum nú við. Arna komin í sýnist Glódís vera komin í bakvörðin og Arna Sif í miðvörðin. Jú, það rétt. Glódís Perla komin í hægri bakvörðin í staðinn fyrir Önnu Maríu sem fór af velli og Arna Sif tekur stöðu Glódísar í miðvörðinum. Allavega leita þannig út. Hún var rétt á hann. En hollendingar eiga hér aukaspyrnu og það Manon Melis með spyrnuna. Guðbjörg tilbúin í markinu. Melis skrúa boltan inn að markinu og Guðbjörg tekur þetta á. Og Van de Berg fyrirliði hljóp hana utan í Guggu svona aðeins að trufla hana. Þóttist hafa gert það óviljandi. Og Harpa í baráttunni og Van de Berg kemur boltanum frá. En þá Sara og Gunnhildur Yrsa tilbaka. Arna Sif. Nei. Beint á Stefáníu van den Grant og hún með langa sendingu fram en Guðbjörg grípur þetta og kemur boltanum út á Önnu Björk. Anna, já. Hallbera tilbaka á Önnu aftur og Anna með sendinguna fram. Harpa reynir að skalla hann fyrir Dagný en gengur ekki. Og já, þær hollensku eru svolítið með þetta í hendi sér. Louis Kurtz. Og þetta svolítið hættulegt. Siri vor með sendingunum tilbaka Kurtz og Dagný sækir hann, tekur boltan af henni og Fanndís upp að endamarkum með sendinguna fyrir Harpa en setur boltan fram hjá næstönginni. Ja, fyrsta í rauninni færið sem Harpa fær en hún með Stefáníu van den Grant í bakinu og nær ekki að gera sér mat úr þessu en þarna skilaði pressan sér hjá íslenska liðinu. Loksins mistök hjá hollendingum og voru með slæma sendingu tilbaka á Louis Kurtz sem lendi í vandræðum. Sara, já, hörku skalli hjá henni. Dagný eldir og Van de Berg, Sara, Fanndís og já, Dagný komin þarna inn fyrir en Van den Berg nær að loka á hana og það horn. Já, meiri sóknarþungi núna hjá íslenska liðinu og Hallbera fer til að taka hornið. Nú saknar maður svolítið Eddu Garðarsdóttur, það var aukaspyrnur og hornspyrnur frá henni voru sérlega góðar en nú að Hallbera og fín spyrna inn á nærstöngina og Sara með skot í varnarmann og það ná síðan ekki að koma skot á markið. Hendi heimta
heimtaðir hérna á íslenska bekknum. Ég náði nú ekki að sjá almennilega hvort boltinn fór hann í höndina á leikmanni en nú Guðmunda Brynja Óladóttir að koma inn á í staðinn fyrir Hörpu Þorsteins. Já, Harpa búin að hlaupa mikið, pressa og vera dugleg en hefur fengið úr litlu að móða. Og Guðmunda kemur inn á fyrir hana. Fandís grimm þarna og með fína sendingu inn fyrir og hver nær boltanum hérna, það eru hollendingar sem gera, það innkast. Guðný Björk Óðinsdóttir í baráttunni en vel gert hjá Fandísi. Náði þarna boltanum mikilli grimmd og átti fína stungusendingu inn fyrir og Fandís síðan með hornið. Hallbera stendur hjá henni. Fandís yfir á næststöngina og Sara með skot, skalla í stöngina og síðan þrumur skot á mark. Hver var það sem fylgdi þessu eftir? Bíður nú við. Og hver var það sem hamraði boltan þarna? Fandís. Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, takk fyrir. Hún kom þarna á fjærstönginni. Sara náði að skalla á nærstöngina í stöngina og þar kom síðan Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir á ferðinni og þrumaði boltanum í markið og þetta var þegar nákvæmlega 25 mínútur voru liðnar af seinni hálfleik. Það að segja 70 mínútur liðnar af leiknum. Og Freyr fagnar hérna niðri afríska horni kallar hann þetta og fær nammi með sér. Hann fær nammi þegar að skora. Já, það er rétt. Já, ég fær líka nammi. Hann hendi hérna einu móla upp til mín. Það er rétt. En þetta var glæsilegt skot hjá Gunnhildi Yrsu. Smellhýtti boltan og klíndi honum hana óverjandi. En þá að sjá hvort stelpurnar nái að byggja á þessu. Nú eru það hollendingar sem pressa. Og Anna Björk með sendinguna fram. Og Dagný, nei, það er ekki tökum á boltanum. En það gerir aftur á móti Guðmunda Brynja og með sendinguna hann fyrir Fandís. Komin á spretti, Fandís í færi með skot en Lauskörts nær að verja. Fandís er rosalega snögg og náði hann að stinga sér inn fyrir. Færi aðeins þröngt og Lauskörts markvörður náði að verja þetta. Hún er búin að bjarga þeim mjög vel í tvígang, ekki þrígangi í leiknum. Og hefur svo sem ekki verið meira að gera hjá Guðbjörgu í íslenska markinu. Þó að hollendingar hafi haldið boltanum mun betur en þá er það Dagný með sendingunni yfir og þetta er, rangstaða. Þetta sé alveg rétt. Guðmunda Brynja Óladóttir dæmd rangstæð. Og hún er dæmd rangstæð stelpan en lúrði þarna aðeins fyrir innan. Það var ekki sterkan djúpan. Jæja. Það eru gjafmildar á bekknum. En þetta er vel gert. Markaskoran Gunnhildur Yrsa með sendinguna tilbaka. Og þetta er fín sendingin fyrir Hallbera. Vel vakandi þarna í bakverðinum og kemur boltanum út af. Fín varnarvinna hjá Hallberu.
og það er Desiree van Lunden sem tekur innkastið. Tilbaka á Sherry Spitze. Hún fær boltan aftur og van Lunden. Hvart ætlaðir, þetta er mjög þröngt spil hjá þeim en greiða samt úr þessu og Van de Donk sem lítið hefur sést í seinni hálfleiknum og á Martens sem nær að snúa, kemur boltanum inn á marktegin en það er hreinsað þarna frá, það er Anna Björk sem gerir það. Anna Björk kemur boltanum frá og þetta er snyrtilega gert hjá þeim en vel gert hjá Fanndísi. Grimm þarna kemst inn á milli og Sara með sendinguna tilbaka. Þá Anna Björk. Og já, byggja þetta vel upp. Þá Glódís Perla, Fanndís og Fanndís hvert ætlar hún, tekur bara á rás upp að endamörkum, hún er þetta fljót með sendinguna fyrir og þarna eru þeir í baráttunni Guðmunda með skoti, það er verja á línu. Frábær sprettur hjá Fanndísi, fín sending fyrir og hér kemur hún með aðra sendingu fyrir og það er hollensku í vandræðum núna. Hvernig er boltanum? Það er Hallbera sem gerir það, Hallbera með sendinguna inn á, nei, allt og innanlega og beint á Louise Querts. En fín kafli hjá íslenska liðinu. Nú saumaður að hollendingunum og Guðmunda gerði vel þarna, komst í boltan og já, þær urðu að hreinlega að bjarga á marklínu. Og þá Fanndís aftur. Form á bara ekkert í hana á sprettinum frekar en margir aðrir. Það er ekkert auðvelt að eiga við Fanndísi Friðriks þegar hún setur hausinn undir sig og gefur í. Og Arna Sif svolítið ákveðin þarna. Arna Sif spila með Kopparberg í Gautaborg eins og Manon Melis, þekktasti leikmaður hollendinga. Þá Desiree van Lunden með innkastið og Hallbera í baráttunni þarna. Já, vel gert hjá Hallberu, kemur boltanum fram. En þá er það Dekker og Van Lunden með fína sendingu yfir á fjarstöngina. Og þar er það Lieke Martens, heldur boltanum inn á. Glódís í henni og þá er það Spitze. Og eftir liggur, er þetta Anna Björk, sýnist mér. Anna Björk Kristjánsdóttir fékk hann Lieke Martens á sig. Já. 12-13 mínútur eftir að leiknum pluss uppbótartími sem stefnir nú í að verða einhver. Náttúrulega skiptingar og Louise Querts meiddist áðan og nú er verið að bíða eftir að Sara klára að reima skóinn sinn. Já, 1-1 hér og íslenska liðið er nú bara hreinlega líklegra núna og hér sendingin fyrir Guðmunda og þetta er víti! Já, Guðmunda felld, Dagný náði að skalla boltan áfram inn fyrir vörnina og Guðmunda Ólafsdóttir þar í baráttu við fyrirliðan Mandy van den Berg sem tók hana niður, ekki neitt gróflega en alveg nóg til þess að það er dæmt víti og mér sýnist að vera Sara sem ætlar að taka það. Og
Býðum við, hver að fara að koma síðan inn á hérna? Nei, það Anna Björk hérna fyrir utan. Já. Hún bara býð eftir að fá að koma inn á aftur. Það voru með sér einni færri í þessari sókn. En Sara Björk Gunnarsdóttir fyrirliði tekur vítið. Getur komið Íslandi yfir og gerir það. Lois Skörts í rétta átt en það dugði ekki til. 79. mínúta og Sara Björk Gunnarsdóttir kemur Íslendingum yfir. Já, vel gert hjá íslenska liðinu og þetta sýnir að það ekki allt fengið bara með því að halda boltanum sem lengst. Hollendingar búin að vera mun meira með boltan og stjórnarleiknum en Íslendingar búin að skora hér 2 mörk á tæpum 10 mínútum og snúa þessum leik við. Við erum komnar yfir og stefna þá á 7. sigur sinn gegn Hollendingum. Þetta 8. leikurinn. Íslendingar búin að vinna 5 leiki, tapa einum og gera 1 jafntefli. En liðin gerði einmitt jafntefli þegar þau mættust hér í Kórnum fyrir 3 árum. Og hver á þetta? Það Hallbera og þetta var brot. Guðný Björk Óðinsdóttir bakkaði þarna undir Desiree van Lunteren. Það ekki hægt að mótmæla því. Allavega ekki með góðri samvisku. Og þá kemur Van den Berg með aukaspyrna en nei, það verður að endurtaka hana. Einhver slagsmál þarna. Stimpingar í hlaupinu og það þarf að endurtaka aukaspyrnuna. Þær eru stórar. Sara Björk þarna eitthvað að rífa sig. Þær eru stórar og sterkar eins og ég sagði áðan að það eru inni 3 turnar. Vísu 1 að fara út af en það kom bara annar inn á í staðinn. Hér beint á markið og Gugga á þetta, já. Guðbjörg Gunnarsdóttir tekur þetta af öryggi. Hefur ekki mikið reynt á hana í leiknum. Þrátt fyrir að Hollendingar séu búin að vera talsvert meira með boltan. Og hver nær boltanum? Það eru Hollendingar sem gera það. Það var Van Lunteren með sendinguna fram, en þá Sara. Tekur hann niður. Meira sjálfstraust núna á miðjunni hjá stelpunum. En Van Lunteren kemur og neglir boltanum. Út af. Og Sara, nei, missir boltan út af. Og Guðmunda, vel gert hjá henni en sendingin síðan ekki alveg nógu góð. Og hérna bjargar Lois Skörts komin út úr markinu og enn það hraðinn hjá Fanndísi sem stríðir Hollendingum. Og Hollendingar losa þetta vel, nei, Dagný, hún brotleg, æj.
hver nær boltanum hérna. Það eru Hollendingar sem gera það. Sherida Spitze með sendinguna tilbaka á Kurtz. Og nei, þetta gengur ekki upp hjá þeim, en ná boltan að Siri Worm með sendinguna fram. Nei, það er Dekker reyndar og vel gert hjá Gunnhildi, komst þarna inn í þessa sendingu. Og þá Sara, fær 2 tilraunir, nær ekki, en Dekker og þá kemur Arna Sif Ásgríms og Fandís, hvert ætlar hún með boltan? Á Glódísi. Og Glódís tilbaka á Guðbjörgu. Og Guðbjörg, já, þetta var pínutæft en að hefnina með sér og fær markspyrnuna. Og þá er skipting hjá Hollendingum. Fyrirliðinn Mandy van den Berg kemur út af og inn á kemur Tessel Middag í hennar stað. Já, van den Berg þetta er bara sprettur út af. Takk fyrir. Og Middag kemur inn á. Spurning hvort hún fer í... Nei, þær fara í 3 manna varnarlínu. Ætla að fjölga á miðjunni. Færa sig framar á völlinn. Hollendingar hérna síðustu mínúturnar freista þess að jafna. Já, það er ekkert annað að gera hjá þeim og vel gert hjá Guðnýju Björk. Kemur sendingunni hérna og þá er það Fandís. Hún leggur af stað og Fandís upp að enda mörkum með sendinguna fyrir. Og Dagný í baráttunni, Dagný og Guðmunda. En nú er Guðmunda brotleg. Áðan fékk hún vítið. Þetta var ekkert víti núna, heldur aukaspyrna á Guðmundu. En fín sókn á íslenska liðinu og eina ferðina en Fandís Friðriks upp kantinn. Og hörku barátta. Glódís Perla setur boltan út af. Já, hún gefur ekkert eftir. Það sjálfsög ekki, hún á ekkert að gera það heldur. Og ég bara hreinlega veit ekki mér sín. Er Margrét Lára að fara að koma inn á eða ekki? Ég er svolítið erfitt með að sjá það, hún er eitthvað aðeins að hitta upp og sess svo bara á bekki. Nei, hún er að teygja. Hver veit, nefnum hún komi og taki 2 spretti hérna í lokinn. En Guðmunda í baráttunni og sömuleiðis Guðný Björk missi boltan frá sér og Desiree van Lunteren svolítið tæp þarna. Guðmunda sótti að henni. En Guðmunda náttúrulega hörku dugleg. Og mjög öflug með Selfoss liðinu á síðustu leiktíð. Hér er gult spjald. Já. Og sýnist að vera Kirsten van de Ven. Sem kom inn á áðan sem varamaður. Hún fær hér gula spjaldið. Og það er bara fyrsta gula spjaldið í leiknum. Og væntanlega það eina. Sara misti þarna af boltanum og þá koma hollendingarnir. Líke Martens skiptir hérna yfir á form. Og hún með langa skiptingu yfir en Hallbera gerir vel. Og Anna Björk búin að vera sterk hérna í miðverðinum. Mjög öflug. Og þetta er aukaspyrna. Fandís aðeins of áköf. Og gefur hollendingum aukaspyrnu hérna á frekar hættulegum stað. Og það er markaskorari hollendinga Sherida Spitze sem tekur spyrnuna. Það er spurning hvort hann ætlar að láta vaða á markið. Mér finnst það líklegt að þessu færi. Þá verður Gugga að vera tilbúin í markinu. Veggurinn svona 5 metra frá. Ja, það stikar hér. Það var ekki nema 4 metra frá. Ja, nú er það komnar nú langt frá að mati Vilhjálms dómara. Núna eftir að
reyna að smetla þessu í nærhornið síns mér. Hér kemur skotið, en vel yfir. Ja, hátt yfir markið. Þannig að ekkert varð úr þessu. Og þá sýnist mér Margrét Lára Viðarsdóttir vera að koma inn á hér þegar rétt mínúta eftir af venjulegum leiktíma. Guðbjörg kemur boltanum í leik og þær hollensku hafa þetta, en þarna kemur Anna Björk, hún að vera gríðarlega öflug og kemur boltanum út af. Anna Björk, þetta bara 12. landsleikurinn hennar, en spilar eins og hún hefði mun meiri reynslu. Og hér kemur Fanndís Friðriksdóttir út af og Margrét Lára Viðarsdóttir inn á í hennar stað. Fanndís fær lófaklapp. Búin að vera mjög öflug á kantinum. Og þá að styttast í þessu. Það eru 4 mínútur. Venjulegur leiktími liðinn og vel gert hjá Guðbjörgu. Svífur hérna og grípur boltan. Og þá Anna Björk og þá það markaskorarinn þeirra, Spitze með sendinguna fram, en nær ekki að finna þarna samherja. Og þá það aukaspyrna sem að hollendingar eiga. 2,5 mínúta eftir af uppbótartímanum, en það gæti nú eitthvað bæst við núna. Það einhver fundahöld. Þetta ekki aukaspyrna heldur dómarakast. Og skulum sjá hvor. Það virtist engin vilja að fara í boltan og þá það sér þetta Spitze og hollendingar eiga aukaspyrnu. Ja. Og turnarnir að fara inn í teginn. Nú fyrir að verða lítið eftir. Þetta hugsanlega síðasta tækifæri fyrir hollendingara til að jafna. Og það Spitze með aukaspyrnuna. Dagný Brynjars þarna í einhverjum stimpingum. Ekki hissa á því. Og það við hérna hávaxnu Dekker sem að Dagný að dekka þarna og hér kemur Spitze með aukaspyrnuna. Sara, náði ekki að koma boltanum almennilega frá, en það gera þær núna. Nei, þarna misti Guðný Björk boltan, en Íslendingar eiga síðan innkastið. Og hollendingar koma til að pressa. Það sjálfsögðu. Og hollendingar negla boltanum hérna aftur fyrir. Það sér þetta Spitze sem gerir það. Nú bara að halda út síðustu mínútuna og vinna hér góðan sigur sem var nú ekki útlit fyrir lengi vel. En seiglan í þessu íslenska liði mikil. Og Dagný skallar boltan áfram og Margrét Lára skallar áfram og þarna hefur Desirée van Lunteren betur í kapplaupi við Söru. En þarna var, sýndi sig hversu hættuleg Margrét Lára bara leið og hún kom við boltan. Og þá
skapaðist næstu í færi. En þá fann Lundgren og hér flautar Vilhjálmur Alvar Þórarinsson til leiksloka. Íslendingar vinna 2-1 eftir að hafa verið undir 1-0 í hálfleik og góður vinnusigur hjá íslenska liðinu. Það er ekki hægt að segja annað og fínn sigur hjá íslenska liðinu. Hollendingar komust yfir á 19. mínútu Sheridan Spitze með þrumuskot utan af velli en Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir jafnaði á 70. mínútu og síðan 9 mínútum síðar skoraði Sara Björk Gunnarsdóttir sigurmarkið úr vítaspyrnu eftir að Guðmunda Óladóttir var felld í teignum og íslenska liðið þakkar hér fyrir stuðninginn og það er klappað vel fyrir stelpunum. Hollendingar eru í 12. sæti heimslistans, 8 sætum fyrir ofan íslenska liðið, þannig að það er ekki ónýtt að leggja þeirra velli og hollenska liðið hefur verið á mikillu uppleið síðustu misserinn, þannig að þetta er fínn sigur. Þetta kemur Freyr Alexandersson, þjálfari sigri hrósandi og glottandi hérna sýnist mér í áttina á okkur. Freyr,